Sæl veriði og eru velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skipti ætla ég að nýta flugu sem er bara eitt flugvélni, bara mjög einfaldur buzzer, en við erum ekki með nema einn buzzerinn á rásinni, þannig við bætum allhressilega úr því í vetur. Við erum með nokkrar útgáfur af buzzer og krókurinn sem við erum að nota í þennan buzzer, það er sem sé svona Arex Emerger nr. 14. Skemmtilegi krókar. Og ég vil nota Emergerinn bara út af, það eru margar ástæður, en sérstaklega hvernig hann er boginn. Tvinni í þetta, það er Semperfli, Nanosilk 50 denier. Og við byrjum á því að nota sem sé setja tvinnan þetta aftur og búkurinn á flugunni er bara tvinninn. Svo kemur vír á þetta og við erum að nota Semperfli vír sem er 0,2 mm og förum með þetta alveg hérna aftur á bug. Zooma þetta aðeins inn hérna svo við sjáum hvað við erum að gera. Svona. Förum með þetta alveg aftur á bug hérna. Svo vefjum við okkur fram. En búkurinn á flugunni er bara tvinninn. Og buzzerarnir eru rosalega sterkir á þessum vorin og þeim tíma. Það þarf að fara að líða aðeins á. Það er að segja fyrir júni og svona þá buzzerinn er sterkur. Svo hylkið hérna fyrir framann á buzzernum, við erum með það pínlítið þykkara. Við byrjum á því að vefja vírnum hérna á þetta. Við förum með vírinn, já, ekki lengra en þetta. Því við þurfum að eiga hérna fyrir hylkið. Það sem kinnarnar koma á. Jú, við náðum einu snúningi svona. En ekki lengra en þetta. Þá festum við vírinn niður með tvinnanum, grípum hann. Og svo er óhættir hann að þetta vel fastur, það er að þyrla hann af. Svona. Og þetta er sem sé vírinn sem ég er að nota í þetta. Semperfli silfurvír 0,2 mm. Næsta skref það er að byggja upp smá statív og aðeins þykkar hérna framann. Við notum bara tvinnan í það þarf ekkert meira. Svo erum við með mjög skemmtilegt efni hérna sem heitir Cheeky UI. Það lítur sem sé svona út og þetta er í kinnar á buzzerum og þetta er sjálflýsandi efni. Og ég er búinn að klippa þetta niður, strending af því. Við festum niður hérna mín megin fyrst. Svona. Og við skiptum þessum efnisbúti hérna. Við erum með hérna í tvennt. Þannig ég klippa hann hérna fyrir miðju. Sjáu það ekki alveg hérna, jú hérna. Svona. Og svo kemur ykkar megin eins. Ég verð að sjá það, ég get ekki nýtt það frá mér, það er alltaf erfitt. En það kemur ykkar megin sem sé svona kinn líka. Það grípur þetta með tvinnanum, þetta er óþekkt efni. Og í kinnar og buzzerum má svo sem nota alls konar efni. Sem nota glóbrætt, sem nota augaflím til að búa til kinnarnar. Og þegar þetta er orðið svona, þá brettum við upp á endan hérna sjáum við og tökum aðeins síðan með skerunum og klippum hann hérna uppi þannig að endin felist undir. Og því næst þá þurfa að jafna hausinn
þá setjum við fluguna bara réttan kjöl hérna aftur. Ég tek í báða bæði hérna efnið sem verið í kinnunum og jöfnum við þetta hérna aftur og þá er þetta orðið jafnt. Og svo hnýtum við loka umferð með þetta hérna fram. Og svo förum við með þetta, tökum þetta í sem sé. Í svona förum við þetta hérna aðeins upp á við, svona. Þannig sé smá beygja og svona held ég að þessi beygja skipti engu máli þegar þetta komið í vatn í alvöru tala. Klippum þetta hérna uppið. Svo koma haus á þetta og gerum eins mín megin. Halda við þetta hérna svona. Kemur að beygja á þetta líka þar. Ég held að þetta skipti ekki miklu máli. Ég veiði á þess að bössera hana. Það skipti ekki alveg öllu máli hvernig beygjan á þessu er. Það er meira að síðan kynnar á þessu. En ekki hvort það er bogni eða hvort það séu beinar. Það var að snirta hérna aðeins til. Og þetta er onni gatuna sem hausinn er. Þannig að fá þetta hérna. Þannig að fá þetta hérna aftur á bak. Og þá er fátt betra, sjáu þetta er onni í gatinu þetta, þá getum við lærum þetta bara hérna í leiðinni, þá er fátt betra heldur en að vera með náli eða fara hérna aftan, bara gat megin, sjáu þið. Upp í gatinu og sveigja þetta alltaf aftur á bak. Þá fáum við til að bretta upp á þetta, svona. Þetta snúi upp á tvinnan. Það sé að snúa upp á dálítið til þess að fá hann stífari. Svo setjum við tvinnan til að ná þessu hérna og búa til haus á fluguna. Þá er þetta bara komið. Þá gerum við hnútinn. Það verður ekki of stórt. Og þannig að bössarar eru á eins og sé mjög sterkar flugur í fyrir hlutan á tímabilinu. Klippum þetta í burtu og ég ætla að lakka þennan bössar bara til að styrkja hann og svona. Og ég sjá, ég ætla að leiða með þetta. Ég ætla að lakka hann með sem sé Solaris Bone Cure sem er miklu uppáhaldi hjá mér, eins og fram hefur komið. Og þá set ég það lakk bara hérna á búkinn á honum, en ekki yfir kinnarnar, út af því að ef þetta lakk fer á kinnarnar, þá minnkar þessi ljóseiginleiki í þeim. Það taka ekki eins mikið ljós í sig, þannig við ætlum að ekki að maka þess á kinnarnar ef við mökum þess á búkinn, hann er hanglansvi, og svo að sjálfsögðu hérna á þráðinn, það sem að hnúturinn er. Svona. En þá er þetta bara klárt. Bösser. Og ég ætla bara að sappa þetta með ljósinu, eins og ég sjáið. Já, þangað til næst og bara þakka ég kærlega fyrir áhugið til að gerist áskrifundur á rásinni. Banna unsubscribe á rásina. Það voru brjálæðar. Settu like á vídeóið og telli þessu. En þangað til næst, þá sjáumstu bara hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.